Fólk velti nú fyrir sér hvort hafernir kunni að hafa gert sér hreiður í Esjunni eftir að mynd náðist af tignarlegum erni þar á flugi fyrir skömmu. Hugrún Halldórsdóttir veit meira. Emil Valgeirsson gekk á Kerhólakamb Esjunnar sumardaginn fyrsta og þar sem hann stóð á bjargbrún á Kambshorni kom hann auga á 2 fullvaxta haferni á flugi. Og þegar ég að horfa ofan í gilinu og að mynda þá sé ég bara allt í einu örn þarna ofan í gilinu og með eitthvað í klónum. Örninn hafði klófest fíl sem einn aðal fæða tegundarinnar. Emil misti fljótlega sjónar á fuglinum en sýndist hann fara inn að klettunum og sá ekki betur en þar var í varp í gangi. Þetta stór frétt ef rétt reynist því ekki vita til að ernir hafi orpi á þessu svæði frá því í byrjun síðustu aldar. Þetta hefur komið þér óvart eins og þú segir. Já, því ég veit ekki til þess að hafi verið ernir þarna í Esjunni, allan ekki sunnamegin. Og ég hef séð örn norðamegin í Esjunni, Hvalfjarðarmegin, það nokkur ár síðan. Náttúrufræðistofnun Íslands áætlar að fljúga Arnarslóðir fljótlega til að kanna stöðu varpsins og þá verður úr því skorið hvort að þessi tignarlegi fugl sé búinn að gera sig heimakominn í Borgarfjallinu góða. Kannski eru komin til að vera eða ætla að verpa hérna. Við skulum bara sjá til hvað verður úr þessu.